Verið velkomin í Rauða raunveruleikann. Í þessum lið undir samstöðunni ætlum við, ungi sósíalistar, að ræða hvað okkur liggur á hjarta eða bara ýmis mál sem tengjast sósíalisma. Í fyrsta þætti ætlum við að reyna að skilgreina þess hvað sósíalismi hvað hann stendur fyrir og hvað hann ekki líka og aðeins að tala söguna, ræða hvar hann hefur gengið upp og hvar hann hefur farið í vaskinn. Akkurat. Já, við viljum leiðrétta fullt af rangfærslum sem fólk hefur sósíalisma. Það bara, ég held að flestir kannast við svona ranghugmyndir að þetta snúist bara að ríkið taki upp völdin, taki allar eigur af fólki, fólk hafi ekkert frelsi, en það gæti bara ekki verið lengra frá sannleikanum. Þannig að, já, við viljum bara svona fara aðeins meira yfir þessi mál. Kalli hérna, hann búinn að fara svolítið yfir svona erlendu málin tengt sósíalismanum. Akkurat. Það oft sem fólk segir að sósíalismi sé alræðishyggja og það eigi að snúast og það leiði alltaf í eðli sínu að einhverju svona ægivaldi eða alræði fáa manna. En það var akkurat ekki hugmyndin sem að Marx hafði þegar hann var að byrja sín skrif og hann hafði upplifað frönsku byltinguna þegar hann var ungur maður. Og ekki hann þekkti það fyrirgefið úr sögunni franska byltingin var nýafstæðin þegar hann í skóla á svona nokkrum áratugum á undan og hann trúir á loforð frönsku byltingarinnar jafnræði, bræðralag og jöfnuðu mitt og hann sér að það fólk má kjósa allavega eignastéttin, fólk sem og hvítir karlmenn, þeim mega kjósa. En þegar þú ferð inn á vinnustæðina þá hefurðu ekkert vald. Og eins og það var á hans tíma í Englandi og þá ertu látin vinna 12 tíma á dag. Börnin voru látin fá ópíum stundum svo þau yrðu nú róleg á meðan fólkið var að vinna. Og svo kemur það heim og þá fær barnið kannski aftur annan ópíumpilla svo foreldrarnir geta aðeins slaka á. Þannig að Marx sér nokkuð skýrt að þó að fólk fá að kjósa, allan sund fólk, og þá þegar þú ferð inn í verksmiðjunar, þá ertu alveg undir stjórn fyrirtækja eigendana og þannig byrja hann sína pælingar. Já, og við erum kannski svolítið ennþá föst á þeim stað. Við höfum lýðræði í samfélaginu, en við höfum ekki lýðræði á vinnustöðunum og það líka sem sósíalismi snýst að fólk hafi raunveruleg völd á vinnustöðunum. Og ég held eiginlega flestir sem að tala við, maður myndi segja við maður myndi segja við fólk bara, viljið þið ekki hafa meiri völd á vinnustanum? Ég held að langflestir myndi segja jú, en leið þú tengir orðið sósíalisti eða sósíalismi við það, þá einhvern veginn kemur hik á fólk. Þannig að það kannski... bara, býtu, hefur ekki heyrt hvað sósíalismin gerði með Stalín og... Einmitt. Já, það ekki svolítið úrelt? Nei, akkurat, það kom alltaf með þessar hryllingssögur sem að maður verður líka að gera sér svolítið grein fyrir að kemur mikið frá Ameríku. En það var risa kalt stríð í fjölda áratuga og Ameríka, eins og Trump sagði sjálfur, we're not so innocent. Þau hafa staðið í rosalegri, þau hafa gert rosalega hluti í gegnum 20. öldina og það of mikið skautað fram með því. Og nú maður náttúrulega ekki að Sovétríkin gerði hræðilega hluti, sjálfsögðu, en góður punktur varandi það að oftast þegar þú les skilgreiningar á sósíalisma þá segir að sósíalismi snúist það að þjóðvæða framleiðslu viðfærin eða the means of production en það þarf alls ekki að vera alltaf. Sósíalismi svo margskonar að sósíalismi oft tala meira fyrir því að eins og Trausti segir að verkamenn hafi meira að segja inn á vinnustaðnum, fá að ákveða meira hvað fyrirtæki gerir, hvert kapítalinn fer í hvað hann á að fjárfesta og það það sem verkalýðsfélögin hafa mikið gert fyrir okkur og það bara þannig að margt af því góða sem við höfum í dag kemur frá sósíalisma. Já, bara verkalýðshreyfingar sem barist fyrir bara helstu okkar réttindum, þær eru byggðar á sósíalískum grunni. Þú veist, þetta bara, í rauninni sósíalismi, hann snýst bara rosalega mikið það að þetta verkafólk sem að taka völdin í sínar eigin hendur í staðinn fyrir að þiggja eitthvað frá einhverjum sem á fyrirtækið. Þú veist, þú ert að vinna við eitthvað og auðvitað áttu bara skila að fá allan þann hagnað sem kemur úr þinni vinnu. Og það það sem við talaðum að sé arðrán og mjög umdeilt maður segir það, en þú veist, það hægt að færa þetta yfir í svo einföld dæmi eins og ef maður bara, þú veist, út að veiða eða eitthvað og maður kannski veiðir 2 fiska en svo einhver kall sem kemur og segir, heyrðu, ég á þessa ég á að fá 1 fisk, en samt gerði hann ekkert, skilur, hann bara á pening og á þessa eign. Eina sem hann með eignarhald. Þetta
franska byltingin snýrist að mjög miklu leyti þetta. Þú varst með forréttindastéttir, aristókratarnir sem höfðu búin að erfa land og eignir í gegnum kynslóðinnar sem að forfeður þeirra rændu örugglega af ykkur með sverði. Þannig færði upprunalega eignarhaldið og franska byltingin vill steypa þessum aristókrötum frá og þeir eru ekki bara að hafa allt ríkisvaldið í sínum höndum og þá kemst svona ákveðin millistétt inn og hvernig ég sé að þá er sósíalismi eiginlega bara framhald af því að Marx segir ok, við erum konum með smá það mátt kjósa flokka til þings og svona aftur eða hvítur eignar maður eða átt allan eitthvað af peningum en nú viljum við fara lengra með að það sé líka lýðræði á vinnustöðum og að verkamenn sem framleiða verðmætin hafi meira að segja hvað verið gert við verðmætin. Þetta sé ekki alltaf bara einhverjir menn með viðskiptafræðigráður sem eru bara að reyna að auka hagnað, ekkert annað. Já, ég líka bara pælt í að við segjum að við búum í rosalega frjálsu landi og við höfum frelsi og við stjórnum öllu sem gerist og allt þannig en svo labbar inn á vinnustæðin og ert kannski 8 tíma á dag þar inni og það er bara eitthvað svona innræðisara sem að stýrir því hvað þú átt að gera og hvað ekki. Eða hann er ekki eins og til staðar. Nei, hann er ekki eins og til staðar. Hann er bara á Bahamas með eitthvað í sólbaði og meðan þú og þínir vinnufélagar eru að vinna alla vinnuna skila peningum, já. Og hver er orðinn munurinn þegar á aristókrötunum sem að franska byltingin var að reyna að steypa stóli? Hver er munurinn á þessum aristókrötum og núna kapítalistunum í dag sem að margir erfa bara verðmætin og eiga þau? Þá voru við eiginlega komin með aðra svona forréttindastétt sem þarf að berast á móti. Þegar þetta er ekki sjálfgefið. Já. Og þú veist, ef við myndum síðan eða draumurinn okkar er náttúrulega að hagkerfið okkar verði meira sósíalískt einhvern veginn og að þá erum við ekki einblína á að græða hagnað heldur viljum við að allir hafi rétt og aðgengi að helstu nauðsynjum eða félagslegum þörfum eins og heilbrigðisþjónustu og jafnan rétt til alls náms, þú veist, það er ekkert allir sem geta farið í HR eða Vestló, það er ójöfnuðurinn í Íslandi þó að hann sé svona minimum, skilja. Já, lítill miða við önnur lönd eða eitthvað þannig. Já, en þá samt, sjáu hann. Já. Klárlega til staðar og hefur mikil áhrif. Já, svo er önnur rangfærsla sem maður oft heyrt líka að sósíalismi snúist það sko að allir fái sömu útkomuna, þú veist. Equality of outcome. Já, en svo er kannski hægri sem tala um að það er, þú veist, nei, þá ekki vera þannig, við viljum allir hafi tækifæri. En þeir standa ekki fyrir því, einu sem standa fyrir því eru sósíalistar. Þeir vilja að allir hafi sama grunn til að byggja á menntun, heilbrigðiskerfi, skóli, vegakerfi, slökkvilið, lögregla, allt, þú veist, allur grunnurinn þarf að vera til staðar svo að fólk hafi sér tækifæri sama hvaða stétt það fæðist í. Og, þú veist, Mér dettur einmitt engin sósíalist í hug sem að tala eitthvað sérstaklega fyrir equality of outcome. Nei. Frekar var það bara að það yrðu þessar grunnþjónustur væru aðgengilegar til allra eins og heilbrigðisþjónusta og menntakerfi og svoleiðis. Og svo er það undir einstaklingum komið að leggja á sig og ef þú ert með að hæfileikaríkur eða búin að vinna mikið inn á þekkingu og hæfileikum, þá færð þú stöður í samfélaginu sem að samsvara getuðinni til þess að sinna ákveðnum hlutverkum. En þannig að sósíalistar vilja allir eigi hús, þar sem allir eigi nóg að borða og eigi í sig og á og það er það sem þetta snýst um. Og það er oft bara pólitísk ákvörðun að gera það ekki frekar en að gera það, eins og er oft sagt í dag að við höfum alla peningana og getuna til þess að leysa fátæktar vandamál og hungursneyðar og allt, en það er bara ekki gert af því að það er of sterkur kapitalismi. Og það er eitt líka mikilvægt að kapitalismi og lýðræði, þetta er ekki endilega saman. Fólk tengir það oft saman, að þetta sé bara svona samvofin hlutur og þurfi alltaf að haldast í hendur. En það er alls ekki svo. Því að þeirra, eins og við sjáum hvernig er að verða fyrir Bandaríkjunum í dag, að í síauknum mæli eru það bara fyrirtækin sem hafa áhrif á hverjir komast í framboð, hverjir fá langmesta screen time-in, auglýsingarnar og það er búið að gera meira að segja rannsóknir á þessu. Ef að ríkastéttin í Bandaríkjunum vill ekki einhverja policyur, þá kemst það bara ekki í gegn. Þó að sért með 80% fylgi hjá almennum landsmönnum. Já, við þetta málefni. Já. Eins og Medicare for All, almenn heilbrigðis
trygging. Já. Það bara fær ekki að komast í gegn af því að þú ert komið með of sterkt auðræði. Það eru peningavöldin sem ráða á mig. Já, en þú veist, hverju hafið þið svona lent í ef þið hafið talað sósíalisma við vini ykkar, þú veist, fáið að heyra ykkur svona rangfærslur hjá þeim, þú veist, þið bara, hafið heyrt margar af þessum ranghugmyndum sem ég var að tala áðan og bara eitthvað fleira, þú veist. Man fær oft þetta equality of outcome. Já, frá svona, að þeir vilji bara gefa öllum allt í hendunar. Já, það er oft þessi hugmynd, sko. Já. Og það er bara rangt, hreinlega. Marx sá kannski fyrir sér í framtíðinni að þeirra, og Marx er ekkert heilagur, en þetta maður vil skoða Marx, maður vil skoða Hayek og Keynes og alla hagfræðingana, býstu við, að maður ætlar að fá sér að ná djúpri þekkingu á þessu öllu. En Marx var með hugmyndir að það væri svona historical progression af mannlegum samfélögum, að þú verið með feudalisma, sem með aristokratana alla, svo farið kapitalisma, þar sem að peningurinn ræði miklu og í Evrópu á þessum tíma er komið ákveðið lýðræði. Svo sá hann fyrir sér að samfélagin yrði meira sósíalísk, sem þýðir bara einmitt að þau fái ákveðina grunnþjónustu, tryggða og þannig sá hann fyrir sér að yfir tíma yrði svona kommunismi þegar að tæknir orðin það háþróið að við þurfum ekki að hafa áhyggjur af neinu. Matur er bara sjálfgefinn nánast og framleiðslutækin, verksmiðjunar eru bara sjálfvirkar eins og svolítið að stefni. Og þá sá hann fyrir sér að það yrði kannski svona stéttalaust samfélag. Já. En það þarf ekki einu svona því að það sé sko equality of outcome þar heldur. En þetta er bara þetta er mjög common misconception hjá fólki. Ein vinkona mín sagði eitthvað svona að hún skildi ekki af hverju það ætti ekki að mega rukka fyrir menntun, eða skilur að það væri allt í lagi að sumir gætu farið í HR og sumir farið í HÍ af því að það væri sambærilegt nám í HÍ og HR. En það svona skilur fólk kannski ekki alveg að, ok, þó að það sé hægt, þá er þetta samt ekki réttlætt, eða skilur þetta er ekki réttlætt að sumir geta farið í þennan skóla þar sem að þú farið miklu meiri aðhlynningu, að hugsa betur þig, meiri stuðningur í náminu versus ekki. Einmitt. Og þau hugsa stundum með það ekki einmitt að já, önnin kostar 250.000 eða eitthvað svoleiðis, en ég ræði við það hljóta aðrir að ráða við það. Þá er þau kannski að búa eða foreldrum, fá stuðning sem að aðrir bara hafi ekki möguleika ná. Mér finnst mér að bara 75.000 króna gjaldi í HÍ bara og mikið, sko, það er bara kviðarnútur að borga það, sko. Það er alveg mikið fyrir mjög marga. Ég held að það sé alveg vanmetið hvað þetta er mikið baggi á bara námsmenn sem eru kannski að vinna allt sumarið og rétt svo að safna pening og svo kemur allt inn í 75.000 króna reikningur, bara ykkur þurru. Þú veist, mér finnst líka það ætti bara stórt baráttumál fyrir bara eins og stúdenta að hætta því rugli, sko. Ég veit einmitt dæmi það að vinur minn sem er að vinna og búinn að vera að vinna svolítið með skóla að hann gat farið í einn áfanga núna á þessari en hann ákvað að sleppa því bara þegar hann tímdi ekki skólagjöldana. En hann hefði getað verið að vinna og verið í þessum eina áfanga, sko. Það kom svolítið í veg fyrir það. Það er alltaf skrítið að sé ekki boðið að borga, þú veist, kannski bara 15-20 skall ef þú ætla að fara bara í einn áfanga. Já, hvernig verður það? Af því að hvað ertu að borga? 75 skall fyrir hvað? Við fáum ekki einu svona eitthvað svona ákveðin fjölda af blöðum sem við meðum prenta út eða frí kaffi eða ég veit ekki, þú veist. Nei. Já, maður borgar fyrir heitt vatn í skólanum, það er svona svolítið skrítið eitthvað. En í kjölfar frönsku byltingunnar kom þá ekki upp eitthvað svona Parísar kommunur? Jú, akkurat, það er rosalega saga. Skal segja eins frá því eftir bestu getu að byltingin verður þarna í Frakklandi og þeir setja á nýtt ríki eða gefa út svona Bill of Rights eða eins og Bandaríkjamenn gera það sem að fólk fær ákveðin réttindi og þetta er í kjölfarið á upplýsingunni líka í Evrópu. Það eru nýjar hugmyndir, fólk er að horfa tilbaka til Forngrikkjana og Rómverjana og sjá að þar var hægt að hafa svona lýðveldi eða republic. Þannig að fólk fór að gera sig grein fyrir því að við getum gert það núna, við þurfum ekki að leyfa aristokrátunum að bara ráða öllu. En byltingin verður og þá rís öll Evrópa eiginlega upp gegn Frakklandi í svona reaction gegn frönsku byltingunni. Af því að það geti ímyndað ykkur ef þú ert austurrískur konungur
og þú sér það líðurinn í Frakklandi að gera uppreist gegn Lúðvíki, þar, konungnum, að þú fer að hugsa að geti gerst það sama hér og verður mjög hræddur við að slíkt geti gerst. Af því að Frakkarnir tóku Lúðvík, konunginn, og sett hann bara í fangelsi og ætluðu síðan að lögsækja hann. Og svo seinna kemur Napóleon, tekur yfir franska ríkið, fer eiginlega aftur í svona sama form og var áður, nema að þessi nýju réttindi franskra borgara, þau haldast aðeins. Og svo þegar Napóleon tapar stríðinu, þá eru Þjóðverjar með mjög mikil ítök í Frakklandi, en París rís upp gegn þessu og kemur á fót eiginlega svona sjálfstjórnar borg, eiginlega, það sem að fólki bara í ákveðnum svona kommunum, getur maður sagt, og það bara hátta borginni eins og þeim sýnist, eiginlega. Og þá sett á bara jafnrétti kynjanna, það var einn af idealunum þeirra, 8 tíma vinnudagar og helgarfrí og fullt annað. Og það var börn vinna ekki, þannig að það var ekki bara þrælkun. Akkurat, eins og var mikið í Englandi og bara alls þar í Evrópu á þessum tíma. Og það var bara sagt bann við því. Og þetta gekk bara vel í, man ekki alveg hvað var langt, en alls ekki rosalangt, hvort það var ár eða bara nokkrir mánuðir. En þá senda Þjóðverjarnir inn, franska hermenn, og láta bara slátra höfuðbörum hreyfingarinnar. Og þar með þetta bara úr sögunni. Já, þeir sendi inn franska hermenn sem líti út bara eins og hver annar Parísarbúi. Já, mér minnir það einmitt að þeir hafa verið óeinkennisklæddir. Þeir vildi ekki koma fram sem franskir hermenn opinberlega, sko. En akkurat, þetta bara viðbjóður. Og það oft það sem týnist í þessari umræðir að glæpir Sovétríkjanna voru stórir og glæpir frönsku byltingarinnar, ógnarstjórnin svokallaða, hún var alveg, þetta eru alvöru glæpir. En glæpir aristókratana og glæpir reaksjónaflana sem að berast á móti byltingunni eru verri, oftar en ekki. En það sem Já, það er bara Sigurveginn sem skrifar söguna alltaf. Sigurveginn skrifar söguna, akkurat. Og gerir enn þann dag í dag. Já. Og við ætlum að kannski fara líka aðeins yfir svona fleiri lönd þar sem að sósíalisminn hefur svona reynt að fitja sér einhvern veginn spor, en það hefur ekki gengið upp út af ýmsum ástæðum. Kannski þau lönd sem hafa komið næst í að koma á einhverju svona, kannski, já, það sem ekki næst eru kannski Norðurlöndin, dæmi sem hafa svona gengið upp á einhver leyti, það er svona ákveðið grunnkerfi, en þau eru samt með kapitalisma líka, en þau vilja skattleggja fólk mikið til að halda heilbrigðiskerfi og svoleiðis, sko. Það náttúrulega frítt heilbrigðiskerfi, allan í Danmörku, þú borgar ekki krónu fyrir að hitta lækni eða frá framvísun frá lækni til að fara til sérlæknis ef þörf er á því. Líka bara hvernig til dæmis Kaupmannahöfn er sett upp, með svona borgarskipulag í hverju einustu hverfi, að þá ertu með allar nauðsynjar, þú þarft ekki eiga bíl til þess að, kaupa í matinn eða fara í IKEA eða Bíkó eða eitthvað, þú getur bara rölt í næstu götu eða nokkra götu niður og þar eru allar helstu búðir sem þú þarft. Það er rosalega margt hugsa út frá grunnþörfum fólks. Svo alltaf bara samgöngukerfið líka. Miklu betra. Og samt er það svo auðvelt, til að byrja með þá fyrsti metróin, hann fer frá, Lufthavnen, ég þessi dönski flugvellinum. Já, flugvellinum, niður í bæinn og svo út á Amager, og svo skiptist hann er svona hann fer frá flugvellinum inn í bæinn og svo skiptist það í tvennt. Það væri svo auðvelt, ef borgarlínan myndi vera þannig sem við komum hingað, að væri frá Keflavík til, í ég veit ekki, Kringluna eða eitthvað, þess að alltaf stoppar í Hafnarfirði þar, og svo frá Kringlunni þá kemur aftur þetta þar sem að annar armurinn fer niður í bæ og hinn armurinn fer upp í Graf og Grafarholt. En nei, við skulum hafa eitthvað strætókerfi sem allir hata, af því að strætó er alltaf seint. Sem er ekki skipulagt út frá þörfum þeirra sem taka strætó. Mér finnst, það sem sósíalistar eru að berast fyrir bara að fólk hafi völdin bara á nánast öllum sviðum samfélagsins, að það hafi bara það að segja hvernig strætókerfi gengur, hvernig skipulagt er í hverfunum og allt það, ekki að það sé einhver alltaf á toppnum sem hafi viti fyrir öllum hinnum. Og það er líka frelsið sem við erum að tala um.
það ekki frelsi sem hægri menn vilja minnast á, að fólk hafi meiri völd á öllum þessum sviðum. En þú veist, það skiptir rosalega miklu máli þannig að öllum líði vel, að við höfum þetta vald. Tala bara eins og með strætókerfið, það allir að tala hvað það sé dýrt, en það samt ekkert gert í því. Verðið bara hækkað og hækkað, þú veist. Hver þá, þú veist, hvernig það frelsi þá, við höfum ekkert það að segja. Þú veist, og þessi samfélög svo á Norðurlöndunum, kannski Danmörk, þau eru kannski, ég veit það ekki, kannski það að hlusta meira á fólk að einhver leyti heldur en Ísland, sko, ég veit það ekki. Já, Þeim virðist ganga betur og það eins og þau hafa hugsað þetta meira út frá þessum sjónarmiðum, félagshyggju sjónarmiðum. Eins og bara með styrk til náms. Já, líka það. Það átt að vinna eitthvað ekki mikið, 10 tíma á viku, að þá færðu bara full laun í hverju mánuði. Já, það bara draumur maður horfir á þetta héðan, sko. Það grínast, hversu gott verið það. Já, en líka svo, það bara hagfræðilega séð líka svo ógeðslega sniðugt að þetta marg borgar sér tilbaka, samfélag að fá menntað fólk sem ekki búið að díla við, þú veist, kvíða og allt þetta ástand að því að vinna með náminu. Þú veist, bara það skiptir svo miklu máli og getur eftir svona ágæta hugar og meðan verðt að vinna og sért ekki mágir á einhverju öðru á meðan. Hér annar svona sagfræðilegu punktur sem þetta koma með inn, ekki að þessi sagfræðingur, maður bara hefur skoðað þetta sko, en að þegar að Bretland setti á sína opinberu heilbrigðisþjónustu, þá voru það íhaldsmennirnir við stjórn á 19. öld og þá voru rökin þeirra sú sko þau að þú verður að sjá verkamönnunum fyrir almennri heilbrigðisþjónustu og því þá verða þær meira productive og bara endast lengur, skilurðu, þannig að samfélagi allt græðir yfir tíma á þessu. Og það svo margt með sósíalisma og með heilbrigðisþjónustu, menntakerfið og félagslega þjónustu af mörgu tagi, sálfræðilega þjónustu. Og þetta að sýna sig og sannara að það borgar sig margfalt tilbaka fyrir samfélagið. En þegar auðræðið of mikið, þegar peningarnir fá bara að ráða, þá eru teknar ákvarðanir sem að hagnast fáum kapitalistum en ekki samfélaginu yfir höfuð. Og þess vegna eru Bandaríkin í rosa klípu akkurat núna. Hlutabréfamarkaðurinn að rjúka upp en fólk atvinnulaust og heimilislaust á sama tíma. Það svolítið ekki. Þess vegna tölum við líka fyrir lýðræði á vinnustöðum af því að það virðist vera fyrirtæki sem stjórna mjög fáum aðilum og þau hafi bara enga samvisku og þau vaða bara yfir allt og alla. En það ákveðin voni ef að verkafólki sjálft hefur völd yfir fyrirtækjunum og þá vonandi það ekki að fara að taka svona hrikalegar ákvarðanir eins og þeir fara oft inn til Afríku og nota barnaþrælkanir til að spara sér launakostnað á Vesturlöndum til dæmis. Maður myndi vona að verkafólk væri svolítið með fæturnar á jörðinni og myndi ekki ákveða að gera það. Ég held að myndi draga þarna mjög mikið í vandanum ef að verkafólk hefði stjórn á fyrirtækjunum. Þú veist, það allavega held ég... Hefði stjórn bara myndi eiga hluta í fyrirtækjunu þannig að þú veist, það sem fyrirtæki að græða að þú fáir eitthvað af þessum hagnaði. Dreifa arðgreiðsluna. Já, og það gefur þér líka svona tilfinningu fyrir meiri stjórn og við sem manneskjur eða mannverur, við þurfum stjórn. Við þurfum að finna fyrir því að við getum stjórna umhverfinu okkar. Annars dettum við bara í eitthvað svona, það er þunglyndi, það að halda að þú trúa að þú hafi ekki stjórn og þess vegna finnst manni líka kjánulegt þegar einhver stjórnmálamenn að gera lítið úr ójöfnu og segja bara já, fólk hefur hana ágætt, en það samt bara rannsóknir sem sýna að leið og fólk upplifir ójöfnu, þá verður frústrasjón. Það geta svona alvarlegar aukaverkanir átt sér stað í samfélaginu vegna þess. Þú veist, það bara í mannlegu eðli að við upplifum það að einhverjir hafa allt og gott miðað við, einhverjir fáir hafa allt og gott og meðan flestir hafa mjög slæmt, þá verður fólk mjög reitt og upplifir ósanngirni. Það bara í mannlegu eðli. Þannig að í rauninni eru kapitalistar svolítið að skjóta sig í fótinn. Af því þetta endar bara á þann hátt að það verður allt brjálað, sko. Ég velti oft fyrir mér hvar eru bandarísku patriotarnir, patriots, sem að hugsa Bandaríkin sem þjóð og vilja henni vel, sko. Og svo styðja þeir republikanana og þeir styðja fríverslunarsamningana sem eru að ræna þjóðina af sínum megin lífsviðurværum. Maður skilur ekki alveg, en þetta hugmyndafræðin spila sterkt inn. Ekkert smá. Hverju trúirðu? Ekkert smá. Eitt með, þú veist, þau voru að tala um Danmörku eða bara Norðurlöndin, en af hverju að það gengur upp að hafa, þú veist, svona kommunur eiginlega innan til dæmis Kaupmannahafnar, að þú veist, hvert hverfi þú getur bara lifað inn í því hverfi, þá ætla að búa svo margir og þú veist, borgarskipulagið er þannig að það búa svo margir á hverjum reit, þannig að þess vegna geta þessu búið haldið sér gangandi, en þess vegna þurfum við kannski til dæmis eins og með Vatnsmýrina og pælinga með að byggja, þú veist, stúdentaíbúðir eða stúdentahverfi þar, að það eru náttúrulega 12.000 manns sem eru í Háskóla Íslands
einhverjir eru kennarar og einhverjir kannski eiga húsnæði íbúðir ykkur staðar, skilur. Svo líka HR sem annað rétt hjá. Ef við myndum byggja bara stórt hverfi í Vatnsmýrinni með, þá háum byggingum þannig að búi margir á þessum reit, að þá gæti bara eitthvað illað samfélag blómstra þar. Skilur. Ég skil bara ekki af hverju stúdar eða íbúar á svæðinu hafa ekkert að segja hvað gert. Það bara eitthvað yfirvald sem bara svona tekur þessar ákvarðanir fyrir okkur. En samt allir að segja, já, við erum svo frjáls, við höfum svo mikið frelsi, en samt höfum ekkert þetta svona mál að segja. Sem er mjög skrítið, við vorum með að tala með þetta á hann eins og stúdendagörunum, það ekki einu svona maturibúð sem að selur ódýran mat til að kaupa sér inn, sko. Það bara krabbúðin. Það bara okkur búðanar, rétt hjá, sem bara plantaðan, þetta svona svolítið predatóri, sko. Já, og samt stúdendar búin að kalla eftir í mörg ár að komi bara 1 krónubúð eða bónus eða eitthvað, en það er ekkert gert. Af hverju höfum við ekki meiri völd? Af hverju höfum við ekki meira frelsi til þess að hlutinni séu eins og við krefumst þess að þeir séu? Akkurat. Frekari þáttaka í stjórnmálum og í nærumhverfinu og vinnustöðum. Og það er það sem sósíalismi snýst Bara frelsi, freedom. Og það er einmitt athyglisvert ofta að frjálshyggjan og frjálshyggjumenn, hægri fólk segir að þau vilja auka frelsi einstaklingsins. En svo endar það þannig að frelsi flestra er skert á meðan að frelsi fárra er stóraukið. Það sumir segja að þeir séu socialist libertarians, eins og Chomsky, hann ýjar stundum að því, Noam Chomsky, að með því að hafa heilbrigðiskerfið og menntakerfið og þessa grunninnviði að þú tryggir það alveg, þá ertu að auka frelsi flestra. Og er það ekki punkturinn? Er það ekki það sem þetta alltaf snúast um? Jú. Ég held það. Á að snúast um alltaf. Já. Gerir það 100%, sko. Þú varst eitthvað að pæla í löndum líka við að því vorum að tala um hvar sósíalismi virkar. Svo eru lönd nefnd til sögunar af andstæðingu sósíalisma, lönd sem að virkuðu ekki. Og þá kenna sósíalismum að kenna. Það gekk ekki upp, en í sósíalismi virkar aldrei, just look at Venezuela. Já, akkurat það. Þú varst búin að gera einhverja heimavinnu? Já, ég er svona að renna henni yfir. Talið með svakalega heimavinnu. Og því miður að bara til dæmis sem var skoðar afskipti bandaríska ríkisins í Suður-Ameríku, þá er listinn rosa langur, sko. Það er lag þetta bara. Sko, listin sem ég var að tella upp núna, það eru þjóðir þar sem var annarkvort bylting eða lýðræðislega kjörin vinstri sinnaðir forseti eða forsætisráðherra sem að var að gera hluti sem að bandaríska hægrinu leist ekkert á og fannst kannski oflíkt kommunisma þó að þetta væru lýðræðislega kjörnir fulltrúar þjóðarinnar. Og það er Argentína 1976, Bólivía 1971, Brasilía 1964, Chile 1973, Costa Rica 1917 og 1948. Í Kúbu þá studdi einræðisherrann Batista sem arðrændi þjóðina sína með bandarísku efnahagshagsmunum. Svo erum við Guatemala 1954 og það er rosalega saga þar að þar eru amerísk fyrirtæki sem eru búin að eigna sér framleiðslu viðværi Guatemala, þeir eru að rækta ávexti, en það eru amerísk fyrirtæki sem að taka allan arðinn úr þeirri starfsemi bara heim til Bandaríkjanna og þá verður svona bylting, öreigarnir og fólkið, verkamennirnir, það rís upp og kýsir síðan sósíaldemókratískan forseta og svo fer United Fruit, stórfyrirtækið, ásamt CIA og fremur hann valdara, kemur á einræðisherra og halda áfram að arðræna þjóðina. Og þetta heldur áfram, það eru fleiri dæmi. Það er Nicaragua, svipuð saga og í Guatemala, þar voru líka ávaxtafyrirtæki sem voru að arðræna Nicaragua. Og núna í dag þá í Guatemala, Guatemala sér 40% af bananaframleiðslu Norður-Ameríku. Maður haldið að svona land verið ríkt. Og í Norður-Ameríku búa 580 milljón manns. Og þetta, já. 40% af bönunum fyrir Norður-Ameríku koma frá þessari litlu þjóð. Og akkurat maður myndi halda að þið ætti að vera rík með allar þessar auðlindir og þess að getur til þess að sjá fólki fyrir ykkur gagnlegu. En mjög oft er það þannig að amerísk fyrirtæki, stór fyrirtæki eru að koma sér fyrir og eru að arðræna þjóðina. Já, og per capita hjá þeim, sko, í Guatemala $4.000
á ári á mannesku sem eru Já. svona 500.000 krónur á ári fyrir hvern einstakling sem að býr það. Maður hefði haldið að peningurinn hefði átt að trickla down eins og segja Já. frá öllum þessum milljarðar mærikum sem eru að taka alla bananana. 40% öllum bönunum, öll land í heimi ætti að vera rík með alla þá banana. En hægrimenn myndu örugglega að segja að bara fólki í Guatemala sé bara svo ekki nú klárt eða eitthvað. Það er ekki nóg duglegt. Það er ekki nóg duglegt. Vinnur ekki nóg hart. Nei, það er mitt. Og tilvíðlega er alltaf þessi land sem er með brúnt fólk eða svart fólk sem er ekki nóg dugleg. Það er mjög steikt, það er alltaf einhvern veginn þannig. Ég man einmitt, þegar Bjarni Ben var spurður út í Samherja í Namibíu, sko, þá sagði hann, stjórnkerfið hjá þessu fólki er bara svo lélegt. Þau bara kunni ekki að gera þetta. Í að. Bara ógeðslegt að segja svona. Já. Hvað með Samherja sem er að fremja glæpi? Arðræna Nei, þjóð? það er ekki. Skautu fram í því. Þetta er Namibíu búum sjálfum að kenna fyrir að vera svona aftur á bak. Svo Paraguay 1954 til 1989 þá héldu þeir uppi brútal einræðisherra þar í nokkra áratugi. Venezuela núna nýlega með Guaidó forsetann og hann sagði bara ég er forseti og þó það væri búið að lýðræðislega kjósa Maduro. Kosningasvindl segja sumir. Já, hvað veit maður. En þú veist, á maður að kaupa þetta allt ríki sem er búið að standa í svona. Ég trúi því ekki persónulega. En er það þá líka rétt að setja bara viðskiptaþvinganir á þau, þú veist? Eiga þá ekki bara öll lönd í heiminum að setja viðskiptaþvinganir á Sádi-Arabíu líka, þú veist, af því að þeir eru einræðisríki. Það er rosalega hræsni í þessu öllu, sko. Svo er annað dæmi úr Chile, Chile á 1970 þeir hafa svona kóparnámur, það eru helsta útflutningsvaran þeirra eru kóparnámur. Og 1965 og upp úr þá stjórnuðu amerísk fyrirtæki þau áttu kóparnámunar og voru að fara með 80% af arðinum úr þessum námum til Bandaríkjanna og þá býður sér fram sósíaldemókratinn og sósíalistinn Allende og hann nær kjöri og hann þjóðvæðir sem sagt kóparnámunar og það er að virka vel fyrir Chile. Þau eru að sjá arðinn fara inn í landið, þau eru að fjárfesta í heilbrigðisþjónustu og í vegakerfið og allt þetta dæmi og á sama tíma er þá CIA leið að þessi gæi nær kjöri og meira þess að fyrir byrjuðu að berast á mót honum með því að fjármagna hægrið í Chile og fasista í Chile og enda er það þannig að Allende nær völdum eða þú veist er kosinn inn 1970 og svo 1973 þá með stuðning CIA þá kemur fasistinn Pinochet ræðst á forsetahöllina og rænir völdum og heldur því í ykkur 20-30 ár. Já, en nú myndi ykkur segja þetta séu samsæriskenningar. Alltaf þegar tala að CIA gerir eitthvað þá trúir enginn en leið það er sagt að það sé KGB frá Rússlandi þá trúi allir, skilur. Af hverju er ekki séns að Bandaríkin geti verið að gera eitthvað slæmt, skilur? Þannig að skrítið, af hverju er það þannig? Lukkulega þá verður þetta verið alltaf ljósara, við erum að heyra meira og meira. Það var nú bara að koma út New York Times grein sem voru að segja frá öðrum nýjum stríðsglæpi sem við erum að komast að höndum Bandaríkjanna. Já, svakalegt. 63 einhverjir saklausir borgarar bara drepnir og þeir heldu í leyndu í marga mánuði. Akkurat. Eða 2 ár held ég. Og eins með Pinochet í Chile þegar hann tók völdin af Allende og af fólkinu að þá var það einmitt eins að andstaða Pinochet var bara raðað upp og þögguð eða skotin. Já, maður velti fyrir sér af hverju Norðmenn, Noregur kemst upp með að þjóðvæða olíuframleiðsluna og græða því og enginn gerir neitt en svo þegar Írak einhver önnur lönd sem halda mikinn Venezuela kannski Hugo Chávez, hann býður sig fram út af það þau vilja gera eins og Noreg vilja taka olíuna og þjóðnýta fyrir þjóðina þá fyrir öll maskínan gegn þeim. Já, en ekki Noreg, af hverju held það sé? Það er góð spurning, ég veit ekki alveg af hverju það er. Nei. Hvítt og hávaxið fólk. Já, það er allan eina fólki sem hefur fengið svona í friði að þjóðnýta olíuna, samkvæmt því sem að best veit allan að þess að fá viðskiptaþvinganir á sig. Því miður virtist að hafa verið þannig að á 20. öldinni var það svolítið mikið þannig að ef þú gerðir eitthvað við fólk í the Global South á planetinu eins og í Suður-Ameríku, það var ekkert rosa fréttnæmt og fólk var ekkert mikið að tala um það á alþjóðasviði
En einmitt ef að CIA hefði verið með afskipti inn í Noregi þá hefði það orðið sko headline news, eflaust. Þannig að þetta er ljóta sagan. Alveg 100% sko. Já. Þetta er sorglegt. Heldur betur. En er þetta ekki svolítið svona það sem við viljum koma inn á í þessum þætti? Jú, já, Aðeins það. að skilgreina hvað sósíalismi er. Þú veist, við viljum jöfnu, við viljum fá jöfn tækifæri, jafnrétti innan stofnana, Frelsi. frelsi, raunverulegt frelsi, Raunverulegt frelsi, akkurat. rautt raunverulegt frelsi. Rautt raunverulegt frelsi. Já. Og fórum aðeins í söguna, hvað er að frétta. Kannski í næstu þáttum getum við tekið svona eitt og eitt land fyrir og kafa aðeins dýpra inn í hvað nákvæmlega þau voru að gera og þá getum við kannski komið með heimildir fyrir því að Bandaríkjamenn eða CIA eða einhverjir. Verið alvöru sagnfræðingar. Fullt af skjölum sem þetta að finna, sko. Ég fíla það. Þannig að þið, hlustendur, geti farið að skoða þetta og fact-checka þetta sjálf. En já.